Hvernig byrjar þú að kenna þér? Komið sæl, segðu bara komið sæl. Já, komið sæl. Gunnar heiti ég Andrésson, fréttaljósmyndari til margra ára. Ansi margra ára. Nokkuð margra ára, já. Og hér hefur Sigmundur Ernir, gamall vinnufélagi af Vísi og DFF, búin að búa til heilmikið dregurski og bók. Þetta er hlunkur. Þetta er hlunkur sem kallir þetta ánæði með. Já. Spegill þjóðar heitir þessi bók. Fréttamyndir í 50 ár og sagan á bakveðar. Og Gunni, menni mann Sigmundur Ernir Rúnarsson heiti ég, rithöfundur, sjónvarpsmaður, alþingismaður og eitthvað fleira. Það er svo ofboðslega gaman að sjá bókina koma út vegna þess að hún fangar hálfa öld í lífi þjóðar og þá fjölbreytni sem einkennir þessa sögu. Það var rosalega gaman að skrifa þetta. Já, takk fyrir. Mér var mikið heiður að því að taka þetta verkefni með þér. Og eiginlega á fjandanum átti ég von en allir þeirra upphefð sem ég er búin að hafa af því að þetta skildi vera til og það stendur sýning yfir á ljósmyndunum mínum. Ég hætti 2018 og þá fór ég bara heim eins og fullorðinn maður og settist í helgan stein. En það er nú ekki hægt með þér. En mér finnst stóri kostur bókarinnar vera þessi myndasaga af þjóðinni í hálfa öld og breytingar til að taka á sig mynd frá því fyrsta myndin birtist 1968 þar til svo síðasta birtist 2018 sýnir náttúrulega alveg stórkostlega breyting á einu samfélagi að flestu leið til sig góðs og hér náttúrulega skiptast á skyn og skúrir. Þetta er sorg og hlátur og þetta er óðbúðslega stóri atburðir en líka þeir litlu vinarlegu, fallegu og við ákvaðum að reyna að hafa þetta fjölbreytt við erum ekki að hanga í sama efnisflokkum alla leið og hérna er bara dæmi, ég menn þetta er bara sagan hér er Bryndís Gram að býða eftir Jóni Baldvini fyrir fram að stjórnarráði við erum að fanga svona sögur, þetta eru litla sögur og stórar og Gunnar fer alltaf í skrýtna sjónarhornið. Hann tekur ekki mynd hérna upp við tröppunar, heldur fer hann niður í götun og tekur mynd af því sem er í forgrunni og það er fegurðardrottningin Bryndís Gram að býða eftir kallinum. Það eru margar svona sögur í bókinni. Þarna er eitthvað að gera sér á stjórnarheimilinu sem var kannski orðið endurtekið efni og þá leitaði maður í eitthvað annan farveg til þess að Hér er Gunnar í Fríkirkjunni, Björnsson, búið að reka hann úr söfnuðinum og hann kemur að læstum dyrum og þú biður hann að mæta til kirkju til að taka mynd af þessum atburði. Þarna var búin að ganga bara í fjölmiðlum alls konar tröllasögur vonda stöðu fríkirkjusafnaðar. Gunnar er þá prestur safnaðarins og hann er í einhverju andstöðu við söfnuðin og stjórn safnar ákveður það að reka hann á dyr og læsa hann úti með því að það skiptu sílendur í kirkjuhörðinni og ég heyri þetta sem frétt í útvarpi að þetta sé búið að gera og ég hringi á prestinn og biðja hann að hjálpa mér í að búa til mynd sem segir þessa sögu. Hann er tregur til í fyrstu? Já, þetta var nú svona konsultið upp á hann að hann ætti að fara að mæta með lykil sem gengi ekki að, sem var mín hugmynd. En úr var það, hann kom í heppunni og hann átti líka pípu að gera hann mikilfenglega. Þegar hann fellst loksins á erindi, þá spyr hann á ekki að vera með pípu þetta? Jú, og mér fannst alveg fengur í því og heila nýri höndum yfir uppátækina að vera líka með pípu. Það gerir myndina. Hér er einn frægasta myndin og þessi mynd verður til út af þínu frumkvæði. Þetta er einn frægasti maður heims, Bill Clinton að labba eftir miðbænum og þú sen að koma frá listasafninu í Tryggvagötu og sérð Mæju í pilsusjoppunni í sömu andrá og þá kviknar hugmynd. Já, hún var svo að ég kallaði til Mæju og segi, bjóta hana pilsu og það var bara leið á best háttakarnu og Clinton hann skynjar okkar samband og horfir augun á mér og segir why not?
og fór og fekk sér pilsi og þarna hafði ég svolítið áhrif á fyrirhandi Bandaríkjaforseta. Og þessi mynd fór út allan heim. Já. Allan heim. Já. Þetta sennilega víðbirtasta myndin í sögunni og svo eru fleiri myndir sko sem gleðja augað og eru af alls konar atburðum og margar sko af svörtustu augnablikunum í sögunni, en þessi frá því snemma í bókinni var svolítið fræg vegna þess að þú hefur upp á Kristjánu Eldjárn og Halldóru Eldjárn í sögabústaði í Munaðarnesi. Já, þarna gerist það að það eru sett bráðabirgðalög sem var nú eitthvað lögleysa í gamla dag. Sigmundur þekkir ekki lengur úr þinginu, en þá var undir þessum pappirum skráð og Þorsteinn Pálsson, þá ritstjóri Vísis, tekur eftir gjört að Munaðarnesi. Og þeir rjúkið þangað? Já, ég og ungur blaðamaður Óskar Magnússon, sem síðar var nú frægur á öðrum hlutum, og við komum þarna að Garði og Óskar var byrjandi í blaðamennsku og byrjaði að afsaka sig með þeim orðum, hér nú komnir vondir menn, en þessi elskulegu hjón tók bara vel á mót okkur og buð okkur í kaffi og kleinu og Kristján á sokkaleistunum þarna og eftir því var tekið að forsetinn var bara eins og venjulegur maður og sokkaleistunum út á verundinni. Og eftir það hafa svona viðtöl, svona stóðu viðtöl verið kölluð sokkalista viðtöl. Já, það var gerst, já. En Gunni, þessi bók okkar vitnar það að við erum eldri en 2 vetur. Ég á 70-aldri og þú ert á 80-aldri. Já. Það skal bara viðurkennast þér nú. Og þetta vitnar það. Ég byrjaði blaðamennsku sko 1981, löngu eftir þér. Þú byrjar sko á 7. áratugnum. En okkur tókst, og við þökkum fyrir það, að lifa besta blómaskeið íslenskra blaðamennsku. Já, það er. DFF árin voru þannig að ef menn fengu hugmynd að fara eitthvert, þá var farið. Hvort sem það var innanlands eða utanlands. Já. Og ef maður kom í hugmynd, sko bara ljósmyndarinn, sem ég gerði mjög oft. Já. Og þá var bara svo, bara í þetta. Já. Og það var alveg umverðalaust. Já, nú mega menn ekkert fara. Nei, nú bara engin blaðamennsku. Nei, og sko það sem líka hefur breyst gagnvart fréttaljósmyndurum að aðgangur bannaður alls þar. Já, það var oftar en ekki stóðið hvað mann að manni að finna útsíður á síðdegisblaðinu sem hann á og þá oftar en ekki þá tók maður kannski mynda börnum að leiðin í skóla. Nú má það ekki lengur. Og það má ekki eins og fara inn á minn vinnustæði í dag, Alþingi á þess að hafa heimild og það er bara afmörkuðum svæðin. Og fari ekki nú vopnaleit nótnafni. Í galvata þá kom maður þarna inn, þá var elskuleg kona hann í kaffi þjónustu þingsins og sá maður koma þá stakk hún í veg fyrir mér, Gunnar minn, komdu að fá þig pönnukökur. Nú maður algjörlega útskúað þessu svo. Og það er fræg mynd í bókina sem að taka mynd af Geir H. Haarde fyrir landsdómi. Þar var fréttamönnum og ljósmyndurum bannaður aðgangur. Eftir að þing var sett. Já, eftir að þing var sett. En þú laumar þér upp í einhvern glugga. Já. Felur þið þar og nærð mynd. Já, og svo mynd er myndi inn í rauninni þannig að það stendur Geir frammi fyrir þingheimi og lýsir sig saklausan. Já. Og þetta var forsíða dagsins eftir. Og það var líka glíma síðdegisblaðsins að finna annan vinkil á fréttum með myndum og texta af því að allt hitt var komið í morgunblöðum. Og hér er þessi mynd. Geir stendur á að giska einsamall móts við dómsvaldið og lýsir sig saklausan. Það eru svona sögur sem eru í þessari bók fram og tilbaka og alltaf er sjónarhornins Gunna einhvern veginn svona. Þessi maður var útleið í pólitík og þá nærði svona mynd. Þetta er Villi Vill, borgarstjóri, svo góði maður. Og til dæmis þessi Keikó-mynd, sko þú ferð allavega til Vestmannaeyja og þarna er Keikó á sínu seinna frægðaskeiði og fyrsta myndir sem þú tekur er svo besta. Vanlega að taka ljósmyndir 100 myndir en þú þurfti bara eina. Já, sko þetta var nú líka bara eitt augnablik sko og það var ekkert hægt að tala um það að Keikó gerði eitthvað aftur. Nei. En sko
og svo kemur þessi kannski einn frægasta pólitíska mynd sem til af Steingrími Hermannsssyni og sko, þú hringdir í Eddu konunars. Já, ég hafði fréttir af því að Steingrímur hefði farið í viðgerð og verið að gera gömul íþróttalega slagregla og hringi í Mávarnesið, mig vantaði eitthvað var eins og maður gerði alltaf, maður var alltaf að leita myndefni og það kom í fréttum að hann væri semst heima vegna þessar aðgerðar, hringdi í Mávarnes alltaf að heimsækja en þá sagði þetta, nei, hann Denni, hann var að fara í vinnuna í dag og byttu form, er hann ekki reifaður? Jú, hann er bara á hækjum. Þá sá ég alveg mótíðu fyrir sem bara vistis og það í stjórnarráðinu. Og hvað sagði kallinn? Já, sko, svo kemur hann að stjórnarráðinu og það er farið með hann upp fyrir húsið til þess að auðvelda hann með aðgangið á húsinu og þegar hann kemur fyrir húshotnið og sér mig við tröppurnar þá hefur hann aðra hækjun og lofta sig anskotin, þú þarna hvæsti á hann og svo gekk hann tröppurnar alveg þegjandi og grimmúðlegur á svipinn og svo tók hann þess að 2 tröppur í einu stökki og var svo augnablikan á jafnvægi þegar hann lenti og þá horfði hann brosandi til hann og sagði, var þetta ekki flott hjá mig? Þetta er sennilega frægasta pólitíska mynd á Íslandi og það er engin annar en Gunnar Andrésson sem nær henni og það er eitthvað sem segir þér að vera á réttum stað í salnum. Þarna klofnar Sjálfstæðisflokkurinn í herða niður og það sést heldur betur á myndinni. Geir Hallgrímsson formaður í ræðustól og það er verið að klappa fyrir honum, það gera allir nema 2 einstaklingar í salnum. Já. Það var nefnilega þannig að þarna er Gunnar orðið forsætisráðherra og það er mikil ólga í flokknum og það er settur landsfundur í Háskólabíó og ég vissi af gamalli reynslu að þingheimur myndi sko að lokinni ræðu formans hillan með uppistandi og klappi og þá var þessi spurning bara í mínum hjá, hvað gerir Gunnar Þóroddsson? Og hann gerði það svo að langflottastri myndina, hann satt. Og en það hafði hann ástæða til þessi að allra ræða Geirs Hallgrímsson gekk eiginlega út af það að auðsan skömmum. Sko allir þessi mynd eftir þig sé ekki svo sem hangir upp á veggjum á flestum heimilum. Þetta er Vigdís í París í Ólafsvík í kosningabaráttunni 1980 og þú ert valdur af því að hún tekur sporið. Já, það var þannig að við vorum að fylgja henni eftir þennan dag, ég og ungur blaðamaður, Páll Magnússon sem var þarna útvarpsstjóri, heindislegur drengur. Segur. Og við erum að fylgja henni þarna eftir nesið og svo lendum við í kaffi með henni, okkur er boðið í kaffi samsæti sem stuðningskonur Vigdísar. Það var saumaklúburinn Bollin í Ólafsvík sem bauð henni í kaffi og við fengum hljótað með. Og svo lauk þessu kaffibóði, það sem ég myndaði hana líka það sem hún var að spá í bolla og svo er höfuverkur ljósmyndara þarna þessum tíma við eigum að fylla opnu og forsíðu og þá er alltaf þessi kvöðamann að taka sem flestar ólíkar myndir, fjölbreytni verði og þarna sá ég eitt skot sem gæti verið öðru samtur allt inn og það var áskildi að hoppa París og ég segi svona Páll, sérðu hérna Parísin? Vigdís í París, það er hljómar svolítið halda. Já, við erum að hlýta okkur saðan og ég sagði, rólegur bara, hún er að koma, bíðum, svo kemur hún niður og ég segi, Vigdís, þú hoppar fyrir mig París eða ekki? Það skal ég gera Gunnar minn og hoppaði þennan París og ég tók okkur 2 myndir að þessu. En Vigdís hefur sagt við mig að þetta sé myndin á hennar gerð. Þetta er náttúrulegasta mynd sem til á Íslandi. Þú ert staddur í Skagafirði og það mátt ekki birta þessa mynd í Vísi. Nei, já. Það var einn ritstjóri sem heitir Ólafur Ragnarsson, blessuð sé minning hans. Sá mæti maður. Hann passaði allt svona sem var eitthvað sem gæti orka tvímælis. Hann vildi ekki að blaðið væri valdur af einhverjum vonbrigðum fólks yfir einhverju sem væri svona andstætt siðferði. Og þarna er það að ég og Páll Magnússon einu sinni nefndur, við vorum í Skagafirði að taka hús á Dútt og Skörðugjá. Já, frá þeim frægamanni. Já, þar hlað fóru menn á jeppa með graðhest í kerru sem átti að fara í girðingu þarna svolítið utar í bænum og utar í firðinum og við fylgdum eftir til þess að sjá hvernig þetta gengi til. Þarna þetta kvöld og þarna voru 30 meðrar allar í látum og mikið að gera hjá mínum. Já, og hann er sleppt og hann verður alveg rosalega stuð, mikið að gera hjá grattanum og svo líður fram á nóttina og við förum
í náttstað en svo erum við eitthvað milli verkadaginn eftir og ákveðum það nú að sjá hvort að partíi standi ennþá. Og þá var allt í rólegheitum í girðingunni og allt stóði bara á beit og krattinn bara einn ánaði með sinn og sínar en svo kemur þessi gráa merið þetta til vegi og bara fetið og stoppar og neggjar og hann alveg spratt upp og bara skvísa í partíinu. En girðing á milli. Og hleypur þarna upp að girðingunni að hún sér hann og hann hleypur upp og hún gengur nær að girðingunni og setur stertinn í girðinguna og klippir gull sem íslenskt orðið yfir það þegar stelpuna langar í strák og ég beið eiginlega eftir því hafandi vita það að grattar gæti farið í gegnum girðingar þegar löngunum væri sterk að hann gerði það ekki en bara augnablik eftir þessi mynd tekið þá slaknar á öllu hjá honum og hann hleypur niður í girðinguna og lemur allt og ber sem í kringum hann að hrossum sem hann hafði gagnast og í spælingi að það ekki geta gagnast þess að líka. Helvíti skýrðing. Það ótt komið sér illa. En þetta er sögubók. Já. Sagana bak við myndirnar. Já, ég vona að fólk hafi gaman að þessu. Þetta er stuttur, mjög fallega skrifaður texti. Þakka þér fyrir. Enda laginn til. Segðu, maður hafa gert eitthvað að þessu. Já. En ég held þessi bók sem getur verið á stofuborðinu og fólk getur gluggað í hennar svona jafnum höndum fram eftir árum. Já, ég held að hver saga, hún er tiltölulega skemmtilega létt og hún er svona viðburður sem mann kannast við og samsama sig kannski við og þarna hafi nögt til að gerst á svipuðum tíma hjá því því að það svo þetta. Ég veit það ekki. Herðu, gjörðu svo vel, þetta er ævistarfið þitt. Til hamingju, kallinn minn. Kæra þakki, alls Komin í búðir. Forlagið.